Herra Ingi, þetta var svakalega, þetta var svakalega leikur bara eitthvað. Getur ekki verið sammála um það? Jú, við vorum staðræðan því að koma hérna og sýna hvað KR stendur fyrir. Við stóðum ekki undir nafni hérna við komum inn í bikarleiknum og við vorum ekki ánægðir með leikur en baráttan Eljan í kvöld það sem við stöndum fyrir. Og þetta var ekta barátta. Hvað voru 4-5 sem að rukku út á með 5 villur. Þannig að það var hart barist. Þetta var harður leikur og bara mikið bara bæði flottar varnir og sóknir og mikið svona, bæðilega byggðum mikið og bara mikið undir líka. Þeir hefðu getað jafnað okkur að stigum með sérið dag, þetta var risa sigur fyrir okkur. Allir þessi leikir og þessi deild náttúrulega þannig að þetta alltaf bara, ég meina 4 stiga leikir, við ekki meira menn alltaf. Það er rosalega stórt og líka við með liði hérna í bara einhverju döðru líki og fáum Þorra hérna frábæran loksins inn, búinn að vera meiddur eftir áramót og svo kemur Eyjólf óvænt hérna inn og hann átti ekki vonað að vera að spila körfubolta á þessum tíma og ég átti ekki vonað að vera frá nóttin en staðan á liðinu er bara þannig og hann nýtti þessi tækifæri og hann var alltaf alveg geðveikur hérna í lokin frá. Það myndi dómgæslan, ég verð nú eiginlega að fá að spyrja, mér sýndist báðir þjálfarar vera ansi pirraðir. Ég hef séð dómgæslan betur því. Það er bara eins og það er. Voru þeir kannski bara ekkert, eru þeir ennþá í bara jólafrí? Enda jólinn ekkert búinn? Nei, það er bara einhver lína sem er tekin og svona, bara hluti sem maður bara hlutræður og maður þáttaka í þessu, alveg svo Danni. Og bara hluti sem ég skildi að hann var reyður og ég veit að hann skildi að hluti sem ég var reyður yfir. En hvað, var ekki eitthvað milli ykkar hérna áðan síðan þegar Danna voru ekki eitthvað aðeins að pústa? Nei. Ekkert, bara keppnismenn? Ekkert annað, passion og bara ógeðslega ánægður með sigurinn og bara það er svo margt sem ég get sagt þetta en við erum bara svo ógeðslega ánægður með sigurinn að hálfa nú. Flottur, takk.